Sko fyrir mér lýðræði eitthvað sem bara stöðugt í gangi. Þetta sameiginleg samræða samfélagsins á hverjum tíma stanslaust. Við höfum ekki bara bíða eftir að kjörnir fulltrúar stjórna umræðinu. Ég held að sé alveg hægt að tala hægri og vinstri svona í sígildum skilningi. Eitt helsta vopnið að tengja hana við einhver svona frumhvatir. Maður sér líka tækifæri sinna dálítið fljóta ofan á og þá sem eru greinilega bara að nýta sér þetta. Ég heiti Henry Alexander Henrysson og ég kynni minn oftast bara sem heimspeking og mitt sérsvið í dag svona hagnýtt svið siðfræði, getum við sagt. Hvað þýðir það? Já, það svona þegar við erum að velta fyrir okkur siðfræðilegum spurningum svona raunveruleg vandamál sem við erum að takast á í samtímanum. Já. Ég held að sé alveg hægt að tala hægri og vinstri svona í sígildum skilningi. Okay. Hægri, fólk sem hallast til hægri hefur svona vill minni ríkisafskipti, minni sameiginlega neyslu í samfélaginu, lítur ofta á ríkið sem einhvers konar eitthvað annað en það sjálft, á meðan vinstri fólk hefur trú á samneyslu, vill gæta því enginn sem skilin eftir og það raunverulega ástæðan fyrir þessari samneyslu. Við þurfum að fjármagna hana og þau líta á ríkið sem eitthvað sem bara við öll sameiginlega. Okay. Þannig að þau líta svona á hið opinbera sem jákvæðu ljósi meðan þau sem eru til hægri líta og reyna stundum að mála ríkið þetta hið sameiginlega í neikvæðu ljósi. Og ég held að maður getur alveg staðsett í miðjunni og hort bæði til hægri og vinstri og fylgst með svona klassískri umræðu til hægri og vinstri þarna á hlutlægan hátt og þetta mjög svona eðlilegur ágreiningur í öllum samfélögum. Þetta það sem við erum öll sammála að þarna sé umræða sem þurfa að fara fram og við höfum svona hingað til bara einfallega staðsett svona stjórnmálaumræðu út frá þessum ás. Svo eru svona einhverjir aðri ásar, ég meina það er til dæmis búin að vera mjög áberandi í samtímanum og undanförnum árum með til dæmis alþjóðahyggja, þjóðernishyggja, hann gengur svona þvert á þetta dálítið. Já. Og það eru aðrir ásar frjálslyndi og stjórnlyndi og svo framvegis, þannig að þarna sem við getum notað líka, ég held að sé alveg hægt að horfa á allt þessar sígildu ása mjög hlutlegan hátt. Okay. Það sem að gerast í samtímanum aftur á móti það að umræðan hefur breyst, áskorunar, við erum nýjar áskoranir sem gerir það verkum að umræðan svona sem þessi gamli ágreiningu sem við þekkjum, hann farin að fara í aðrar áttir. Og það hafa svona ýmsir leikendur sem taka þátt í stjórnmálulegu umræðu þegar talið sig að hafa haga því að sprengja upp þessa hefðbundnu umræðu. Nú erum við farin dálítið að svona sjá þessa ása skjótast dálítið langt frá okkur. Og þá stundum talað svona róttækni og öfgar og fleira. Og það sem gerist eiginlega þá verður svona umræðan svona sem eðlileg og ágreiningur sem eðlilegur í venjulegu samfélagi að þetta verður ekki þessi ágreiningur sem við þekkjum, þetta svona umræða sem kannski leikreglur sem áður voru til staðar, það ekki verið að fara eftir þeim. Já. Og þá erum við, og eins og ég segi stundum þeir sem þrífast í þessu, þeir þrífast oft í kaosinu. Það er þeirra hagsmunir að sprengja upp þessa hefðbundnu umræðu og þá svona þessi svona hlutlægu mælikvarða sem við höfðum áður hlutlæg sjónamið í ágreiningi, hvernig ná að leysa úr honum og hvernig rökræði fara fram. Þetta allt oft farið út gluggann. Okay. Og við erum stödd þar í samtímanum dálítið. Við höfum búið við svona ákveðna kröfum að vera málefnalegur, halda sig málefni, trú og staðreyndir, hafa einhvers konar sannleiksviðmið, nota ekki of ódýr ræðubrögð, þó alltaf ræðubrögð hafi náttúrulega og mælskubrögð hafi verið alltaf í opinberu umræðu, þá var svona ákveðin kannski takmörk fyrir því hvað mætti nota það mikið. En núna sjáum við svona oftar og oftar að það ýkjur, stereotypur, hræðslu áróður og svo framvegis sem var ekki nýttur á sama hátt eða var að minnsta kosti ekki eins ábyrjandi umræðin eða komið mjög sterkur inn og fólki bæði, ég segi svona stundum alltaf ósvífið að nota ýmis brögð til þess að, sem ég kalla það, hleypa umræðinu upp.
Við erum farin að tala þessar hluti sem áður voru alveg út í kantinum, eru komnir inn í hversdagslega umræðu. Þannig að það sem mér hefur sýnst, og það getur bara breyst síðan, það sem virðist hafa gerst til dæmis undanfarin áratugi eða svo, að þetta sem við köllum kannski öfgahægri, róttækahægrið, við getum talað öfgavinstri og róttækahægrið, þetta er bara hugtök sem við skellum á þetta, að mér sýnist það hafa náð betri árangri og liði betur í þessu kaosi sem hefur að reyna að skapa í umræðinni. Þýðir það ekki að vinstri menn sem eru lengst róttækastir geti ekki náð líka árangri í þessu, en undanfarið hefur þetta verið meira, þess vegna hefur þetta hugtak öfgahægri verið meira áberandi, að því við erum að lýsa því þegar verið að sprengja upp, eins og ég kalla það, umræðuna og auka kaosið í henni til þess, og þegar þú ert búin að gera það, þá þarftu minna að passa þig að vera málefnalegur, halda þig við staðreyndir og svo framvegis, því að það í raun og veru bara allt í leyfilegt. Forysta í löndum komin dálítið langt út fyrir þennan hefðbundna, lengst á kantina á sem hefðbundna hægri vinstri ás. Við höfum aldrei séð það, held ég, á Vesturlöndum áður. Og það reynir svo á einhver hefðbundin gildi á Vesturlöndum sem við höfum komið okkur saman og ýmist það að fara að reyna á ýmsa réttindabaráttu sem við heldum að væri bara komin í gegn og búin og þyrfti ekkert að ræða mikið meira. Sjáum þessi Bandaríkjunum núna þegar ég verið að tala réttindi fólks á ólíkum uppruna sem voru löngu komin inn, eða sorglega stutt síðan en samt tiltölulega löngu komin inn, að þessi hægt einhvern veginn að taka þau tilbaka og vinda ofan í svona réttindabaráttu. Það sem gerist í öfgunum í raun og veru það að þegar hvernig lengst á þessum ás og það sem andstæða með málefnulega umræðu, að það umræðan fann að stjórna, hún bæði fann að sprengja hann upp og bara það sem hann ekki lengur bara tengdur hlutlegan veruleika, en svo líka náttúrulega sem ekki síst eitt helsta vopnið að tengja hann af einhver svona frumkvatir. Og maður sér að svo frumkvöt sem hægrið hefur notað mest hræðsla, það ótti. Og sem ofboðslega öflug tilfinning og auðvelt að höfða til og það óttin við allt nýtt, það óttin við að einhver sé að taka einhvað af þér og svo framvegis að það sé einhver svona, svo búin til einhver hugmyndum einhver gildi sem voru svo mikilvæg að þau séu farin þegar verið að tala gegn þeim gildum sem við erum búin að koma okkur saman Þessi hófstilta málefnilega umræða sem ég var að lýsa á þann, hún má ekki vera svo geld að það sé ekki verið að reyna á þessi samfélagslegu viðmið, að við séum ekki að reyna að skoða þau og gagnrýna þau. Þess vegna kallum við þetta gagnrýna hugsun, hún sé mikilvæga því það á að vera stöðugt að gagnrýna þessi gildi og það náttúrulega það sem við getum bara tekið, þú nefnir hérna eitthvað sem kemur frá 19. öld, við getum bara tekið 100 ár, það sem var bara stöður réttindabarátta, mannréttindabarátta og skráning mannréttindasáttmála og svo framvegis. Það sem við getum litið á svona sem tímabil ákveðin að framfara, að það sem sagt fólk sem fór í réttindabaráttu og var vissulega þótti róttækt og náttúrulega svona yfðu upp ýmsa fjadrir í samfélaginu heldur betur að það komst í gegn. En það sem sem sagt það sem núna dálítið áberandi í raun og veru ekki því barátta fyrir sem sagt einhvers konar réttindum sem sagt sem verið, það engin rök þú sem að skoða til dæmis í kvenréttindabaráttunni, við sjáum þetta í baráttu ýmsa þjóðfélagshópa fyrir til dæmis kosningarétti og svona, þú ekki bara kvenna og bara rétt til að ganga í skóla og svona all þessi réttindi að þarna ákveðin rök fólk var ekki bara að steita hnefan og berjast og reyna að koma málum í fram heldur var það ákveðin rökræða og ákveðin rök sem urðu ofan á í umræðinni smá saman og það þetta sem maður að leita að það allt í lagi að vera dálítið róttækur og láta reyna á samfélagsramman en þá verður maður að gera það, þá leita maður að hver rökin í málinu en svo til maður sér að það raun og veru ekki verið náttúr rök heldur miklu frekar verið að alla sem ég segja á einhverjum frumkvötum þá náttúrulega reynir maður að spinna gegn því og horfa á gagnrýnið og þá viðleitni
Já. Þegar maður ber kennslu á þetta, þá verður maður tortrygginn á hvert fólk að fara og maður sér kannski að markmiðið miklu frekar kaos og athygli heldur en nokkuð tíman það að rétta eitthvað af í samfélaginu. Þegar að málflutningur áhrifa fólks í samfélaginu okkar, hvað sem það er á þingi eða ekki, virðist vera einungis til þess að einmitt skapa óreiðu, skapa ótta, þú veist, höfða til þess að frumtilfinninga eða hreinlega bara einhver upplýsinga óreiða, þá finnst mér það, ég finn, þetta meikar ekki sens, en á sama tíma þá einhvern veginn get ég ekki keypt að tilgangurinn sé einungis valdasækni eða viljinn til, ég veit ekki, athygli, skilurðu. Það hlýtur að vera að þeir sem að eru að ala á, ég ætla bara að segja það, transfóbíu, útlendinga, andúð og svo framvegis, að verða þeir ekki að trúa því sjálfur. Þetta er ólíkur hópur. Fólk sem sumir með þessa skoðan, þetta eru þeirra gildi, þetta er þeirra trú, en maður sér líka tækifæri sinna dálítið fljóta ofan á og þá sem eru greinilega bara að nýta sér þetta. Og þetta er leið til valda núna og áhrifa og maður sér alveg að það er okkur einstaklingar sem eru að hoppa á vagnin og í raun og veru oft þeir sem eru oft kannski klárastir og það eru yfirleitt þarna einhverju hagsmunir á bakvið, í svona ýmsum svona samfélags það eru sem sagt maður þarf alltaf að leita að slóðpeningana, það er einhverju sem lokum muni sjá sér hagi því að þarna að hvetja til þess þegar verið að taka réttindi af öðrum og svo framvegis eða beina athyglinni, það er eitt af þessu sem margir hafa bent á og að stór hluti sem bara búið til einhvers svona sem ekki kalla menningastríða, hvað sem það er til þess að færa sem sagt umræðina frá því sem var náttúrulega aðalatriði, gamla hægri vinstri umræðin skattlagningu og einhver svona praktíst og meðan erum við ekki að ræða skattlagningu og stórfyrirtæki og svona með verum föst í þessu. Þannig að kaos, það er ýmislegt ég meina að margir hafa bent á þetta, stórfyrirtæki og fleiri sem þrífast best meðan ruglið er í gangi, henda þeim mjög vel að færa umræðuna þangað. Einmitt. Hildum við sér að ég bara tek svona dæmi eins og transumræðan sem pínu lítil umræða sem snerti lítinn hluta af fólki og réttindi þess að láta eins og þetta sé einhver risastórt mál í samtímanum eða hefur verið og þetta er bara tilbúið dálítið stór hluti, þetta er tilbúin umræða og að láta eins og svo til dæmis gert í Bandaríkjunum að láta eins og annar stóru stjórnmálaflokkurinn sé með þetta mál á heilanum og þetta snúist allir að pólitík snúist þetta er náttúrulega bara svona tilraun til þess að afvega leiða umræðinu. Þegar að spjótin beinast að einhverjum hópum og í rauninni réttindi þeirra eru tekin tilbaka eða afmáð þá hefur verið talað um að þetta sé ógn við lýðræðið, að þetta geti grafið undan lýðræðinu og þetta sem að þú talar sem að ég túlka sem upplýsingaóreiðu, að hún geti líka grafið undan lýðræðinu. Tekur þú undir þær áhyggjur? Lýðræði snýst ekki bara stjórnmálaflokka og kosningar. Þú haft mikið áhuga á lýðræði annars að þurfa að hafa mikið áhuga á stjórnmálaflokkum að vilja taka þátt í og í sjálfu sér eða að vera mikill áhugamaður beint lýðræði. Fyrir mér er lýðræði einhvað sem er bara stöðugt í gangi. Þetta er sameiginleg samræða samfélagsins á hverjum tíma stanslaust. Skilur, það er alveg öllu vikan, þetta er 24/7 þetta er stanslaust hvernig við erum að ræða, hvernig opinber umræða fer fram að því við eigum að vera saman að reyna að finna og svo verður sú umræða stefnumál stjórnmálaflokkana og svo kjósum við kjörna fulltrúa, ekki öfugt, við erum ekki bara að bíða eftir að kjörni fulltrúa stjórna umræðinu og þá erum við bara kíkjum og erum ánæðið og óánæð. Þetta er sameiginlegt verkefni okkar allra og það er verið að búa í lýðræði samfélagi er að vera að taka þátt í þessari umræði. Hvort sem það er á kaffistofum eða í fjölmiðlum eða koma í hlaðvörp eða hvar sem þetta fer fram. Og ef maður hefur þann skilning á lýðræði sem ég hef þá náttúrulega allt það sem mengar og skemmir þessa umræðu sem á að vera í gangi er náttúrulega stórkostleg sem sagt stór hætta fyrir lýðræðið
að því að ef maður kannski þetta ekki, ef maður horfir bara á þetta sem kosningar þá fer maður að hugsa býtu hvernig mun þetta hafa áhrif á kosningarnar og upplýsingar eða trufla kosningarnar. Þetta er miklu stærri en það. Þetta er bara hvernig við sem samfélag erum að reyna að ræða sameiginlegar áskoranir, sameiginlega vandamál og svo framvegis. Og þegar það er búið að skemma þessa umræðu með bara svona illum hug, líkum við að segja hvort sem þú gera sem tækifæri sinni eða þú ert bara með einhver frumkvöld sem rekur þig áfram, þú bara svo hrættur við einhvað að þú hlustar ekki á rök það náttúrulega skemmir þessa samræðu og þá er náttúrulega bara gengur lýðræði ekkert upp. Nei. Hvernig finnst þér við fara með lýðræði í dag á Íslandi? Já, það var kannski þetta sem ég var að nefna að ég hef við erum ofboðslega kosningamiðuð í okkar lýðræðisskilningi og það er ákveðið vandamál. Hvort sem fólk sem sagt vill beint lýðræði og fá að kjósa öll mál eða það er bara sátt með svona þetta fulltrúar lýðræði og vill helst ekkert vita nema 4 ára fresti og svo erum við líka ofboðslega upptekin af því að sem sagt lýðræði tengist einhvern veginn stjórnmálaflokkum. Það er eins og þessi ungt fólk hefur enga vettvang til að tala lýðræði ef það er ekki einhver unglíðarhreyfing og stjórnmálaflokka. Já. Þetta sér maður til dæmis á Norðurlöndunum, það eru til dæmis svona lýðræðis samtök sem eru bara að tala almennt stjórnmál og sem sagt samfélagsmál og hvað þýðir að búa í lýðræðis samfélagi, ungt fólk á menntaskólaaldri, en við höfum ekkert til hérna á Íslandi því að þú verður að vera að tengjast einhverjum flokki til þess að vera bara að tala hvernig viljum við hafa samfélagið okkar. Og það er þetta dálítið sem ég hef áhyggjur af og það er dálítið svona þar að leiðandi örlítið stundum vanþróuð lýðræðisumræða og þá erum við meiri hættu fyrir hættan er þá meiri hérna þegar það er verið að skemma, það er minni mótspyrna, það er minna viðnám við sem sagt svona þegar verið að skemma svona þessa nauðsynlegu umræðu fyrir lýðræðislega samfélag. Já. Byrjum bara hérna, þú mátt alveg taka nokkra sekundur eða nokkra setningar í þetta ok, hérna það er sagt sem sagt, spurt, af hverju er ekki talað öfga vinstrið jafn illa og er talað öfga-hægrið? Ég held bara að það sé ekki beint talað illa eða vel annarkort, ég held að það sé bara meiri umræðum öfga-hægrið og það finnst mér að vera vegna þess að öfga-hægrið er að ná meiri árangri í samtímanum. Öfga vinstri feministar ýttu strákum út í hægrið? Nei, ég held að það sé þeir ungu strákar sem hafa hrifist að þessu hafa verið dregnir, það hefur engin ýtt neinum, þeir voru dregnir átt að því og þetta er náttúrulega mjög auðvelt svona ráð til þess að draga athyglinni frá þinni ábyrgð þá bendir á einhvern annan og ég held að þetta sé bara sem sagt, við skulum horfa á rétt orsakasamhengi hérna. Ok, það er líka sagt það á að skipta okkur út. Já, svona í hverju þjóðlandi og svo framvegis. Já, ég meina þetta er náttúrulega bara vitleysa og stenst enga tölulegar upplýsingar Það er náttúrulega vissulega eru kannski lækkandi fæðingatíðinni ákveðið áhyggjuefni í Evrópulöndum og víðar og það eru fólksflutningar í gangi en guð minn almáttugur, hvað gerist hvernig myndi samfélagi ganga upp ef þetta fólk kæmi ekki inn og er að vinna hérna nauðsynleg störf og tölurnar bara tala sínu máli. Þetta er ekki, þegar við horfum á raunverulega tölur, ekki hvað fólki finnst að gerast, þá átt að fólk sér fljótt á því að þetta er hætta sem er verið að magna upp. Vinstrið vegur að sjálfstæði og fullveldi okkar. Já, þetta er ekki alveg rétt af því að þetta er náttúrulega alltaf annar ás, alþjóðahyggja, þjóðernishyggja. Þetta er ekki alveg þannig, við sjáum alveg mjög svona gamaldags hægrimenn og gamaldags vinstrimenn mjög sammála í því að það sé verið að vega fullveldi og svo framvegis. Þannig að þetta er þetta er bara ekki rétt en vissulega er svona eru nútíma vinstri flokkar sem eru stórir eins og Samfylkingin til dæmis og systurflokkar hennar í mörgum löndum meira alþjóðasinnaðir.
og ég meina í sögulegu eða bara staðrindalegu samhengi vegur það að, þú veist, það að hugsa glóbalt og einmitt, hvort sem það er innan Evrópusambandsins eða whatever sem það er það að grafa undan sjálfstæði þjóða og komar að segja velmegun þjóða? Nei, klárlega ekki velmegun sögulega, við sjáum það. Nei, þetta er sko, ég meina, þetta er bara eins og þú getur bara upplýðið þitt eigi frelsi. Fullveldi og sjálfstæði þjóðar er bara ekki ósvipað okkar persónulega frelsi. Ef maður eitthvað að gera við frelsi, ef maður er ekki í sambandi við annað fólk. Ég meina, það er, frelsi merkir eitthvað og skiptir máli þegar þú ert að nýta það í samskiptum við aðra og í nálægð við aðra. Og það er það sem í raun og veru er að gerast, að fólk við erum að finna leiðir til þess að geta búið sem nánast saman og sem nánust tengsl og það er gert í alþjóðlegri samvinnu. Ég hugsa mikið af því sem við lítum á svona sem dálítið, það sem er svona árásir eða sem ég vil kalla árásir og vestræn gildi og svona það gildismat sem við höfum barist fyrir og viljum láta stjórna samfélaginu. Ég held að þetta sé dálítið svona eins og ég var að lýsa þessu svona pendulhreyfingu. Við erum í dálítið langt, það eru ákveðin svona hægri öfl sem eru núna sem þrífast í þessu og þetta virðist vera að eiga sér hljómgrunn. Ég hugsa að hreyfingin fara aftur tilbaka dálítið. Og ég held að það sem gerist í raun og veru og ég er með ákveðan svona kenningu bara í tilverunni sko að ég held að hæfni, sem ég kalla hæfni fljóti yfirleitt ofan á sko. Það sem að lokum komast þeir sem hafa hæfni til að bera þeir munu fá dagskráfaldið aftur. Það er, þú getur hrifsaði til þínum tíma. Já. En þegar þú gerir það með lífum og með því höfða til frumkvæði eins og ég sagði, þá að lokum þá mun fólk sjá í gegnum þig og þetta mun skila sér tilbaka. Ok, þú trúir því hérna. En ég meina... En þá náttúrulega er ég líka að segja, sko, það sem má ekki gerast er að við missum það sé búið að tapast einhver réttindi annað sem getur orðið erfitt að fá aftur sko. Já. Skilja, skaði má ekki vera of mikill. Ég meina þá að skaðin verði ekki óafturkræfur og þá getur þetta fæst tilbaka. Já. Ég man bara í grunnskóla, þú hefur heyrt þetta oft, þegar maður lærði nasismann og maður lærði bara heimsstyrjaldirnar og ég hugsaði bara, shit, hvað fólk hefur verið bilað, akkur hafa fólk svona heimst og svo maður bara sjá svona alls konar teikna á lofti sem að maður bara átta sér hreinlega ekki á hvað er að gerast og hvers vegna virðist þetta hafa áhrif á fólk, hvernig er þetta að selja svona mikinn skít, þannig að fólk er bara þetta er gull. Það er með því að höfða til þess að frumkvæða er ekki gleyma því að nasismin var ekki sjálfbær sko. Nei. þetta er sko við höfum leynivopn í þessu öllu eru opin umræða og fjöldin takið þátt í þessu. Þetta eru þrátt fyrir allt þó þetta virðist vera hávært, þá er þetta litlir hópar. Það er lítill hópur sem hrífst með og þetta getur virðist vera gríðarlegur fjöldi tíma en smá saman held ég að þarna sem ég segi að hæfni og málefnalega muni fljóta ofan á lokum.